Nikótínfíkn svolítið eins og að gefa litlum sætum hundi matarbita. Hann setur upp hvolpaaugun við fyrsta bitan og bara sætur. Síðan eftir því sem hann fær meira og meira getur hann hæglega breyst í litla frekjudós. Eftir því sem líkaminn fær meira nikótín, þeim mun heimtu frekari verður hvolpurinn. Og ef frekjudósin fær ekki stöfið sitt, hamast hún í þér alveg þar til þú gefst upp og gefur henni það sem hún að öskra á, meira nikótín. Þetta leiðir til þess að jákvæðu einkennin sem fólk fann í upphafi verða minni og minni. Í stað þess að bæta einbeitingu og vellíðan, þá nikótínið nú notað til þess að minnka vanlíðan og pirring vegna fráhvarfs einkennanna. Leikurinn endurtekur sig margsinnis á dag. Eftir 1 til 2 klukkustundir hefur helmingur nikótíns horfið á braut. Þess vegna frekjudósin eiginlega alltaf svöng. Hún verður heltekin af nikótíni. Það eitt að hugsa að nikótínið sé ekki til staðar getur valdið vanlíðan og pirringi. Á þessu stigi fer fólk að nota nikótín í einrómi oft á dag, þrátt fyrir að engin sérstök löngun sé til staðar, sem augljóst merki fíkn. Í heilanum eins konar kvíðastöð, sem við köllum mandla. Þar upptök kvíða, ótta, streitu, reiði og pirrings. Til hennar flæða stöðugt upplýsingar frá umhverfinu. Mandlan flokkar upplýsingarnar til að meta hvort umhverfið sé öruggt. Ef þú ert bara í heimsókn hjá ömmu, róast mandlan og segir líkamannum að slaka á því allt virðist í himnalagi. Aftur á móti, ef þú mætir hrekkjusvíni á skólalóðinni, kveikir hún á streitukerfinu og kvíðanum. Dópamín lætur möndlinni líða vel og því heldur hún að nikótín sem losar dópamín sé góð lausn við svona vandamálum. Þessi stöðugi dópamínskortur sem nikótínið veldur ræsir svo kvíðastöðuna í tíma og ótíma og þetta verður fljótt að vítahring. Við það geta allskyns óþægilegar og neikvæðar tilfinningar skotið upp kollinum. Ofan á þetta bætist að nikótín losar streituhormónið kortisol sem ræsir líka möndluna. Að nota nikótín eykur því líkur á kvíðaröskun, ofsakvíða og þunglyndi. Nikótín getur líka truflað starfsemi framheilans sem veldur því að erfiðara verður að einbeita sér og halda athygli. Eitt sinn var gerð rannsókn á eineggja tvíburum. Ef annar tvíburinn byrjaði að nota nikótín, þá var hann mun líklegri til að greinast með athyglisbrest en sá sem notaði ekki nikótín. Á nikótíni verður líka erfiðara að stjórna tilfinningum sínum og taka góðar ákvarðanir og líkur á að gera eitthvað sem maður sér eftir aukast. Meira að segja hefur gráa svæðið í heilanum, þetta sem rörnar við heilabilun hjá eldra fólki, mælst smærra í ungum heilum sem fá nikótín. Flestir unglingar þurfa 8 til 9 tíma svefn til að halda líkamanum hraustum. Nikótínið veldur alvarlegum svefntruflunum. Það styttir djúpsvefnin sem minnkar framleiðslu vaxtarhormóna. Við þurfum ekki bara vaxtarhormón til að stækka, heldur líka til að byggja upp vöðva og endurnýja líkamann. Frumurnar þínar á fullu í líkamsrækt meðan þú sefur, en með nikótíninu verða allir dagar frídagar úr ræktinni. Nikótínið truflar líka draumsvefnin, sem mikilvægur til að muna allt það sem hún lærðir daginn áður og líka til að vinna úr tilfinningum. Auk þess nikótín örvandi sem veldur því að þú sefur lausar. Heilinn meira á varðbergi. Nikótín getur valdið æðasamdrætti í vöðvum og dregið úr getu í íþróttum. Súrefni og næring skerðast þannig að þú nærð ekki hámarks árangri. Þar sem nikótín örvandi efni ræsir það streitukerfið og dælir adrenalíni út í blóðið. Í lungum mikið af viðtökum fyrir nikótín. Það getur því valdið astmaeinkennum svo það verður erfiðara að anda. Í hjartanu þrengjast einnig æðar sem dregur úr blóðflæði. Það eykur líkur á hjartsláttartruflunum eða hreinlega hjartaáfalli. Þar sem nikótín bæði basískt og æðaherpandi, þá getur það valdið rýrnun í tannholdi. Tannholdið verndar tennurnar og þegar það rýrnar veldur það hrikalegri tannpínu.
Svo getur maður líka mist tennurnar fyrr.